Við erum þá í þriðju sennustu viku Vegfarandurinn 1 þetta haustið 2025 og í þessari viku ætlum við að fara aðeins yfir hluti í samræmi þess að objects og object oriented programming í samræmi við sýnlausnina verkefni 9. Síðan ætlum við að seinka verkefni 10, þannig ætlum við að fara yfir það og það er í raun sett þá fyrir í þessari viku og skilin í næstu viku og það tengist inn í þetta HTML5 hana, til og með sem akkur 5 er hana sem ég ætti lengur verið búin að taka út. Og síðan ætlum við að, bara sjá til hvað við gerum í framhaldinu. En í næsta tíma verða sem sagt upplýsingar, ég held nú að ég er búin að svissa þessu hérna, þess að samantekt og upprifun verður í næsta tíma. Og svo ætlum við að hafa líka þá aðstoð við hópverkefni 2, þannig ef þið eru ekki byrjuð eða viljið hafa eitthvað, þá getið þið hlaðið í spurningar, sent mér fyrir eða bara mætt á næsta mánudag og fengið aðstoð við hópverkefni 2. Og þið getið líka bara verið á þeim stað þar sem eru bara eitthvað, ég er búin að skoða þetta, ég veit ekkert hvað á að byrja og þá getum við bara að byrja saman. Við getum líka gert það eftir ef við hafa áhuga á því, en bara láta boltan byrja að rúlla. Af því að síðan sá ég líka að ég var með vitlausa skiladagsetningu á hópverkefni 2 inn á Canvas, það var á 13. en þá skilast þarna þriðjudaginn 18. nóvember og það er í raun þannig að seinasta vikan í skólanum er 17. til og með 21. nóvember 17, 18, 19, 20, 21. nóvember og síðan er lokaprófið hvað 5. desember var það ekki, 5. desember klukkan 12:30. Þannig að þá minn ég bara á það að þið getið skoða þetta hérna, það er staðpróf og í Inspera og ef þið er ekki búin að skoða pröfuprófið mæli ég með að gera það fyrir næsta tíma í allra seinasta lagi fyrir þar næsta tíma og þá getið þið spurt framkvæmd prófsins og hvernig það verður á prófdeginum. En formið á prófunu verður bara nákvæmlega eins og ég er komin svona 20% af veg með að semja prófið og það verður bara, ég er að reyna að halda mig bara rólega gírnum í því. Og þetta verður bara svona, ef þið eru búin að mæta eins og þið sem ég sé hérna sitja í dag og ég er mjög þakkláttur fyrir þig, fann að þekka andlitin ykkar en kannski þekki ekki öll nöfnin en ég held að þið eftir að rúlla þessu upp. Þið sem eru að hlusta, ég veit ekki með ykkur. Nei, þetta verður bara skemmtilegt vonandi. En það sem ég ætla að byrja á í dag er bara aðeins að fara yfir verkefni 9 og svona aðeins að taka svona kannski seinasta bara hérna er eitthvað svona, ég segi ykkur eitthvað nýtt. Ég er búin að klóna bara sýnlausnina. Þetta fattaði áðan að ég glemdi að gera hana opinbera eða svona public, þá getur bara rétt áðan, þannig að þið hefur ekki getað undirbúið neitt eða skoðað þetta neitt. En ég er bara klónaði og nú er ég búin að gera npm install og erum í raun með hérna parcel uppsett og ESLint. Þannig að við getum byrjað að keyra hvort að ég hafi ekki örugglega staðið við mitt, engar ESLint villur. Hvernig var að nota ESLint fyrir ykkur í verkefni 9? Voru einhverjar villur sem að koma óvart mikið, eitthvað hjálpaði ekki? Bara eitthvað sem þið þurftu að gera og gerðið og bara fínt. Það er í stærri verkefni, þá getur þetta alveg verið mjög hjálplegt að vera með svona eitthvað sem að bendir manni á svona hugsanlega hluti sem að geta verið að og þetta er partur af því sem að við kalla svona continuous integration ferlar, þar sem að lint er partur af því, svo geta test verið partur af því líka, að ég er búin að búa til eitthvað sem segir til að svona á verkefnum mitt að haga sér og svo þegar að það hættir að haga sér þannig að þá þýðir það að það er ekki eitthvað í lagi og þá þarf einhver að laga það. Og við getum tekið bara hérna sem dæmi bara Ísland.is, stórt verkefni og með mikið af það verið að breyta sér satt hérna þegar ég er með aðgang að þessu reboi, nú ekki akkur já, það eru glúta þegar GitHub notandinn minn er
GitHub notandi minn með aðgang, þannig ég má committa á þetta repo, en ef ég logga mig inn ekki sem ég, þá get ég komist inn. Þannig að þá getum við skoða hérna og hér til dæmis eitthvað að það sem sagt teymi í Stafrænt Ísland verkefninu sem sér bara að keyra allt umhverfið. Og þá hérna sem sagt þetta CI, Continuous Integration, Remove New Lint Checks. Það sem var verið að breyta ykkur og það var sem sagt greinilega of mikið eða eitthvað, ég veit ekki nákvæmlega hvað málið en hérna þetta var dregið tilbaka einhver leyti. Við getum farið hérna og við getum séð að á þessu pull requesti eru 88 sjálfvirk test eða sjálfvirkar keyslur. Og það bara passa upp á það að lintið. Það bara að linta svona fyrsta svona smoke signali. Ef að lintar ekki, þá eitthvað að. Þá einhver ekki að vanda sig þegar það var búið til pull request. Svo bara eitthvað fullt af einhverju öðru dóti og undir þessu getur verið mörg test check. Það einhver external check og það alls konar hérna sem í gangi. Þá getum við séð hérna bara ef þetta keyrir þá þetta hérna gerast og svo eitthvað. Annars push success, annars failure notification og alls konar í þessu. Og þetta alveg svona sérhæfing. Þú getur verið forritari sem hefur ekkert gaman að því að setja upp svona hvernig á að láta hlutina keyra eða fara upp á production eða eitthvað. Eða þú getur verið forritari sem finnst gaman að því og þá getur þú farið yfir svona DevOps, Development og Operations. Og þá getur þú verið að læra og setja upp svona. Setja upp eitthvað í AWS eða í Azure og láta hlutina gerast þannig að þetta hérna og þetta skalast upp eða kemur svona mikil trafík og alls konar. Sumt fólk hefur gaman að því, það að leiðilegasta sem ég geri. Því miður, það ekki alltaf hægt að gera það sem bara það sem finnst skemmtilegt. Þannig að ég kann svona smá við því. En ég ætla að reyna að finna hérna eitthvað sem var með einhverju sem feilaði. Ekki til að taka neitt út fyrir svega hérna þá bara hérna einhver pull requesta. Hérna sjáum við, það búið að fá approval, code review frá alls konar fólki og svo getum við séð hérna að hérna með sér eitthvað svona code rabbit sem gefur við þetta hérna hérna sem sagt búið að deploya og það svona success en það ekkert hérna einhver lint. En það alltaf oft þannig að ef það einhverjar lintvillur þá geta þær komið fram og þá fáum við ekki lengur svona grænt checkmark í repoð okkar, þetta fáum við svona rautt X og þá getur það verið að við séum með einhverjar villur. En við þurfum að yfirleitt að setja það sérstaklega upp og það eitthvað sem við gerum í Webfortran 2 að við setjum upp svona GitHub Action til þess að hjálpa okkur við að passa upp á þetta að lintið okkar sé alltaf rétt, það er að segja, engar villur. Og svo það líka aðeins hérna í námsefni í þessari viku eru prófanir að þá eftir það að við erum búin að búa til svona eitthvað, setja upp ES-lint og þá getum við fara að segja, hei, við getum búið til prófanir. Þá getum við sagt svona, hei, ég vil til dæmis að ef ég er með þetta hérna fall að það tekur við svona og ef ég sendi þetta sem input að þá þetta outputið. Og þá getum við bara búið til próf sem keyrir og það bara sannfærir okkur alltaf það að þetta er svona í lagi. Og það getur líka verið alveg gífurlega nothæft að vera með einhverja leið til að prófa kóðan sinn og keyra þau sjálfvirkt. Þegar tölvur eru mjög fljótar að keyra sjálfvirkt próf en við getum verið mjög lengi að prófa alltaf öll casein sem við erum búin að koma okkur upp. Það eitthvað sem við farið í nánar í seinni part námsins og það er bara heill áfangi sem heitir bara prófanir í hugbúnaði að gera eitthvað sem hann kenndur á fyrsta ári í mastersnámi eða á þriðja ári í Vali ef ég man rétt hvað hann seinast þegar ég vissi að það var Helmút að kenna hann og mjög góður áfangi og þar getið þið tekið í framhaldinu svona próf í að vera prófarar. Þá getið þið fengið svona, þeir eru officially búin að klára eitthvað svona prófara hérna grunnnám eitthvað, fá svona certificate eða viljið. Kostar eitthvað smá pening en þá allavega getið þið sagt, hei, ég allavega hérna kann smá að prófa. Það síðan annað svona sem maður getur farið yfir í í raun að vera forritari sem sérhæfir sig í prófunum og það bara hugbúnaðar prófari. Og það til dæmis bara hjá bönkunum og stærri batteríum sem eru með stór forritarateymi, þá yfirleitt einhver bara sem með hattinn, ég prófarinn í teyminu.
þá getur verið að viðkomandi sé að búa til próf eða bara keyra manual próf eða alls konar. Það er líka mjög áhugavert. En keyrum upp þetta og sjáum hvernig þetta hafa sér. Og hérna vorum við eitthvað að leika okkur að cats slow og þá getum við gert hana artificially hæga eða cats error og þá kemur hún bara kastar hún strax villu eða slow error og þá leitar hún svo kemur upp villa til þess að geta fengið og prófa þessi mismunandi case sem í raun. Ég ekki með neitt, það ekki neitt í gangi, það bara eitthvað svona empty state. Ég að leita og það tekur tíma, loading state. Ég að leita, það kemur upp villa og það hægt. Empty state yfir loading state yfir í error state. Og ég lengi og ég fæ gögn empty state yfir í loading state yfir í data state. Þannig að þetta þetta, leiðu við fyrir að vinna með eitthvað sem tekur tíma, þá þurfum við að fara að hugsa þetta. Svo getum við bara að opna eitthvað listaverk hérna og þá fáum við þetta upp og þá getum við prófa hérna sjá þetta mjög lítið hérna getum við séð og það mjög lítið af hérna CSS-i en nóg samt til þess að þetta sé responsive og þá ætlum við að setja með myndina að ef við skoðum hvernig ég býti slóðuna hana, hún í raun bara img element. Ég fæ einhvern alt-texta sem held ég bara titillinn sem ekkert frábær af því að titillinn bara titillinn, þannig að þú veist, ef þú ert að hlusta á þetta með skjáleysara þá farið bara lion, höfundur og svo kemur aftur lion, one of a pair, south pedestal sem að segir ekkert meira sem þú ekki heyrt áður. Þannig að það væri frekar að fá einhverja actual lýsing á myndinni og ég reyndar þegar ég segi þetta þá hvort það sé jafnvel í vefþjónustukallinu eða vefþjónustugögnunum það komi einhver svona alt-texti sem hægt að nota og svo kemur bara þetta artwork description og það bara sett hérna sem HTML og ef við skoðum þá aðeins CSS-ið það bara þessi sem ég hef verið að setja inn og ég notaði bara eiginlega allt úr sýnlausninni á verkefnum 8 og breytti aðeins litum og í raun geri voðalega lítið hérna bara eiginlega ekki neitt var ekki einu sinni með nei, ég var ekki einu sinni með að myndina hérna, hún bara við erum með þetta klassíska max with 100% en já en HTML-ið er síðan bara í raun fyrirsögn og tómt div það ekkert annað þannig að ég bý til allt annað í HTML-inu í áskriftinu og ef við skoðum það þá fór ég þá leið að búa til 2 klasa einn sem sér að kalla í API-in og þá ég að nota hann og nú ætlum ég að byrja að tala abstrakt object-oriented forritun að þegar við notum klasa þá erum við að hjúpa einhverja virkni og við erum að fela útfærslunum okkar og við erum jafnvel líka að búa til leið til þess að geta verið með fleiri en eina útfærslu fyrir sama interface-ið. Ég ekkert að nota neitt interface en ég bara búið til klasa þannig að ég að managea flækjustigið mitt kalla í API-in með því að segja bara eitthvað það eitthvað art API sem ég býti hér og art API þarf í raun bara að vita hvað grunnslóðin á API-in af því að oft þegar við erum að vinna svona á móti einhverjum API og þá getum við verið með kannski test API pre-prod API og production API og svo get ég kannski líka verið með API-in keyrandi á tölvu minni. Þannig að ég með nýjast útgáfuna API-inum keyrandi á localhost 5000 og ég að keyra nýja viðmótið ofan á sem að gerir þetta, leitar eða gerir eitthvað, keyrandi á keyrandi á localhost 3000 hjá mér. Og það bara mjög algengt að vera að vinna þetta svona, að vera með í raun
2 project keyrandi vélinni, eitt sem API-in og eitt sem vefforritið sem tala við API-in. Og ef ég væri búin að hardkóða allstaðar hvað slóðin á API-in, þá væri það erfitt fyrir mig að vera að skipta þessu út. Bara já, nú ég að vinna hérna hjá mér, ég ætla að breyta öllum API-slóðunum mínum í að vera http://localhost 5000. Ef við segjum bara að þetta eru gögn sem að ég tek ákvörðun í forritinu mínu, hvernig ég nota, að þá get ég abstrakta þetta bara yfir í það, ég tek bara við þessu sem einhver hérna, þannig að ég að nota klasa og nota object til þess að í raun skilgreina hvað eitthvað sem breytist og svo út frá því þá kallar methodurnar mínar í mismunandi hluti út frá þessum gögnum. Þannig ef við byrjum með að skoða þetta, að þá ég sem sagt með class og í JavaScript gerum við þetta eins og í Java, við segjum bara class, nema útfærslan á þessu öðruvísi. Ég ætla ekki að fara nánar út í það, þið getur skoðað hérna sem nefnildi. Ég export honum að því ég vil að hann sé aðgengilegur hér, þannig ég þarf að import honum hérna. Þannig að import og export í JavaScript bara ég exporta breytu og hún getur bara eða klassa, eða falli, eða const, eða let, eða object, eða array. Ég get bara, það skiptir ekki máli, ég bara segja export og þá exporta einhverju breytu. Sko, public, já, ég myndi segja export, eða þú myndi vera með public class. Ég man ekki að langla, sko, þú getur verið með private class og þá það, ég man ekki hvernig það fer á milli namespace-a. En þú veist, í grunninn öllu exporta inn í namespace-inu sem þú býr til í Java. Eða þú veist, og þú ert með namespace þar, þú ert ekki með, modules. Þannig að ég ætla ekki að fara að tala meira um Java, því það eru sko örugglega 15 ár sinni forritað að sennast staf í Java, sko. Síðan erum við með þetta, að við erum með einhvern konstruktor, og þetta bara syntaxin hér, til þess að taka við þá þeim upplýsingum sem koma inn í klassan og geyman. Þannig að hjá segi ég hérna að ég bara með this.baseurl baseurlið. Þannig að þá tek ég bara þetta og set þetta sem upplýsingar á klassanum. Ég get sagt þetta sem private baseurl. Nei, það ekki hægt, það bara hægt í TypeScript. En ef ég set, ég man ekki eins og hvernig það gert, þá get ég gert þetta private. En í JavaScript ekkert verið að hugsa mikið að hafa þetta private eða public. Það eiginlega bara allt public. Þannig að þá ég búinn að segja, ok, this.baseurl og það getur bara verið eitthvað annað, en ég kalla þetta bara allt baseurl. Og svo ég með nokkrar methodur sem gera mismunandi hluti og þá ég hérna til dæmis með þetta build-url sem tekur þá við þessu base-url og eitthvað path sem ég ætla að kalla í, býr til url-object, tekur síðan alla params sem eitthvað record af string-string, þannig að þetta bara key value store, bæti þeim við og skila síðan url-to-string. Þannig að við gerum hérna console log build url og ég ætla að segja base path this base url og params og svo bara url sem búið að búa til. Þannig að þá getum við farið hérna að skoða. Þá sjáum við að við fáum hérna build url og þá ég einhvern veginn búinn að segja hérna, já ég ætla að fá /API waf1 og þegar ég þarf að aðskilja base pathið frá, base urlið frá base pathinu. Þannig að ég að segja, ég vil fá þetta hérna og ég vil fá það á móti þessu hérna dómini. Ok, svo koma engir params, þannig að þá fæ ég bara url sem þetta hérna og þá fæ ég hérna, þetta samsetta urlið. Þannig að ég geti að fara hérna og ég geti sagt example.com og þá reynir hún hérna og segir bara eitthvað, já, ok, þetta virkar, nema þá ætlar hún að finna hérna example.com/API. Það kemur villa út af CORS sem við tölum þessum í síðasta tíma.
en virknin svo sama samt. Þannig að ég get bara skipt á milli hvað top level, eða hvað dómini sem ég að kalla á. Svo reyndar eitt hérna sem að mætti alveg betur fara, ef við hugsum þetta sem að við talaðum fyrir hvað tímavingum, sem svona defensive programming. Hvað hérna geti klikkað? Hvað ætli gerist ef þetta hérna ekki url, eða ekki það sem kallað hérna base, já, sem string url eða undefined. Hvað ætli gerist ef ég gerir bara svona, eða bara eitthvað svona? Nei, þá þróar new url. En þá þróar þessi hérna lína. Þannig að þá geti ef ég myndi núna vilja einhvern veginn geta brugðist við forritinu mínu og geti sagt eitthvað, þá geti ég sagt hérna bara setta þetta allt inn í try-catch og gert svo hérna console error unable to build URL þá bara logga ég út villuna og þá ég svolítið að stýra því að ég gæti ákveða einhvern tímapunkti að hafa einhverja aðra villumeðhöndlun, en þá kemur strax hérna hvað þýðir þá að það komi upp villa. Þá þarf ég alltaf að fara að hugsa það áfram í því hvernig ég bý til API-in minn í forritinu mínu. Ekki API-in sem að kalla að finna upplýsingar listaverk, heldur API-in sem ég að kalla í síðan sá sem notar þessa virkni. Og þá, hvað þýðir það að ég fái villu úr þessu? Ætti það að vera að ég skilji null. Þá get ég gert hérna, return null, svona, og þá ég búinn að uppfylla þetta. Þetta góður API? Já. Þetta ýtir villumeðhöndlunin áfram, af því núna gerist það að svo sem kallar í þetta, sem þá hérna þetta búið til artwork, að það þarf núna að segja hérna, já ok, ef ég segi build url og build url tekur sér inn bara slóðina á hvar listaverka endapunkturinn með ID-inu hérna, að þetta hérna getur orðið string eða null og þá kemur þessi hérna og segir, heyrðu, það má ekki senda null inn í fetch. Þannig þá þarf ég hérna að segja if not url, hvað væri gott að skila hér? Við erum að gera hérna sem við villu return null. Þetta er mjög góð pæling, en hvað ætti default urlið að vera? Já. En þetta sem sagt, þið eitthvað búin að hafa eitthvað lært null? Þetta sem koncept bara, null. Þetta hefur stundum verið kallað sem sagt dýrustu mistök í forritunargerð bara ever. Út af því að það að geta verið með null býr til svo ótrúlega mikið af möguleikum á því að búa til villur. Að búa til svona null reference villur. Og, hvað, null, the million dollar mistake. The billion dollar mistake, afsakið. Þetta var bara eitthvað, gaurinn sem fann þetta upp, ég held að þetta sé sú grein, bara eitthvað, þetta er bara gaurinn sem bjó til null og hann er bara eitthvað, sorry, þetta voru mistök. Hann bjó þetta til fyrir Algol í 1965, simply because it was so easy to implement. Þetta er búið að færa og er bara búið að vera í forritunarmálum síðan, en þetta er bara, gaurinn sem bjó til að halda því fram hérna, þetta sé billion dollar mistake. Og þess vegna alltaf þegar við sendum return null, þá það, já, hérna gæti einhver reynt síðan að taka það sem að það býst við að fá einhvern hlut og segja punktur eitthvað og fá null reference og eitthvað springur og eitthvað bilar.
og þess vegna gott að vera með svona type checking í gangi. En hérna í raun bara þetta hérna, og þetta er það sem gott með object oriented programming, finnst mér, að ég get bara búið til object sem hefur eitthvað hlutverk og hann hefur einhverja meþódur og það bara að gera það sem þær gera og mér alveg sama hvernig þær gera það. Þannig að ég get hort á klasa svona og þetta á að vera nóg fyrir mig sem notanda þessa klasa til þess að skilja hann. Þannig að information hiding ótrúlega sterkt í því að manage flækjustig í forritun. Og ég get bara séð, ég tek bý til hennan klasa, ég sendi, þetta er náttúrulega ekki gott af mig, ég sendi eitthvað inn sem query og það strengur og ég fæ tilbaka promise sem fylgi af þessum art search result items eða null. Og ég ætti með einhverjar smá skjölun að geta bara nota þetta á þess að vita hvernig þetta útfært. Og svo ef að ég sem viðheld þessum klasa, breytunum, þá breyti ég bara útfærslunni. Og svo lengi sem ég breyti ekki signaturinu á methodunni, þá þeir sem kallar þetta á bara vera alveg sama. Þegar kontrakturinn til staðar. Og þetta alveg eins og kontrakturinn við okkur, við síðan API-in sem við erum að kalla í fyrir þess að sækja listaverkin. Þannig að þetta API hönnun eitthvað sem að fer alveg frá því bara eitthvað, ég að búið til API með sjálfum mér, ef ég búið til API með einhverjum í teiminu mínu, ef ég búið til API á móti öllu internetinu. Ok, en ef við klárum að fara yfir þetta hérna, því þetta kannski einfaldari útfærsla hérna, þá segi ég hérna, response, await, á fetch, á urlið, og ef að responsið ekki ok, það ekki að skila mér HTTP status kóða 200-299, þá einhver villa og þá segi ég bara null og ég segi hérna console error bara til að logga það út því að ég geti verið hissa á því að eitthvað virki ekki en þá sé ég þegar ég fer hérna, já, heyrðu, þetta það sem var villan. Ok, ef að ég fekk svar, þá ætla ég hérna, og hérna kemur smá svona, ég ætla að taka JSON efnið sem ég fæ tilbaka, eins og við tölum með þessum í senast tíma, þá skilar þetta mér alltaf bara any, og any bara hvað sem og ég ætla að segja hérna, hingrum aðeins, við ætlum ekki að segja þetta sé any, við ætlum að segja þetta sé unknown. Þegar við segja þetta sé unknown, þá mun í raun JS check og allir svona type checkerar segja svona, já, nei, ok, þú veist, ég veit ekki hvað þetta þannig að þú mátt ekki gera hvað sem við þetta. Þú verður að athuga fyrst hvort þetta sé í raun og veru til. Að meina any bara eitthvað, já, allt í lagi, .asdf, .foo, .whatever, það allt á þessu að þetta hvað sem Þannig að þá erum við með þetta hérna sem eitthvað óþekkt og þá ætla ég að segja, ég ætla núna að taka þetta sem óþekkt og ég ætla að gá hvort ég geti gert þetta að einhverju sem þekkt. Þannig að þannig erum við komin bara svona yfir í svona type theory, að vera að vinna með týpur í forritun. Og þá bjóði ég til bara eitthvað fall sem tekur við einhverju og skilar annarkvort möppuðum hlut sem þá þekktur eða null, ef ég gat það ekki. Og þá kemur hérna bara alls konar, þá bara hérna, þetta ekki object, þetta null, ekki data í þessu, data ekki object, data null, og þá ætlum ég bara að segja, þetta ekki, formið á þessum object ekki rétt. Allt þetta hérna í raun bara aðtuga, lítur þetta svona út. Eitthvað, hérna. Þannig að eftir að ég er búin að gera þetta hérna, þá veit ég að þetta lítur einhvern veginn svona út. Svo smá hérna, út af því að fara í gegnum þessa æfingu fyrir hvern einasta hluti á þessu rosalega mikil skriffinska. Þannig í staðinn ætla ég bara að segja að JSON data, ég bara að typecasta hérna og segja að það sé í raun record á string unknown. Þannig að hérna veit ég þetta. Þegar ég er búinn að gera þetta hérna, að þá veit ég að þetta
eitthvað sem lítur svona út. Foo og eitthvað. Bar eitthvað. Þannig að þetta eru object með lyklum sem eru strengir og svo eitthvað. Þannig að þá kemur bara aftur, ok, ef data ID sem ég veit á að vera number er ekki number, eða title sem er á að vera strengur, er ekki strengur, eða artist title sem á að vera strengur, er ekki strengur, þá segi ég, þetta er ekki réttu formi, skila 0. Ok? Síðan þegar ég var búinn að prófa þetta, þá getur description verið 0, þannig ég ætla að segja, default gildið á description er bara tómi strengurinn, en ef að data.description er strengur, þá er description til staðar fyrir þetta listaverk og ég set það sem description. Og svo skila ég þessu. Hérna er, já, ef að það er sem sagt alt text og hann er strengur, þá set ég það sem alt text, annars set ég það sem title, sem er hugsanlega ekkert frábær hugmynd. Hugsanlega ætti þetta ekki að vera title, þetta er bara tómistrengurinn. Samanber þetta sem við vorum að, ég sagði áðan, býtum við, veist ég, já, ég ætti eftir að laga hérna, að það er í raun betra að hafa tómt allt en að hafa allt sem að er endurtekning á einhverju sem að kemur fyrir ofan. Munið hver skilgreiningin er á ef að það er tómur alttexti. Þá er ekkert að námsað. Þannig að það bara lætur skjáleysarinn eða það tæki sem er að lesa þetta bara eins og það sé ekkert þarna. Þannig að þá er hort á sem svo að þessi mynd sé eingöngu til skrauts. Hún gefi engar auka upplýsingar. Sem er samt eiginlega lygi, því að þetta er klárlega aðalmálið er að sjá listaverkið. Eða heyra lýsingu á því. Þannig að hann eru komin í svona smá ethical dilemmu. Ok, þannig að við erum með þetta og ef ég kemst hingað, þá get ég gert þetta hérna, svo erum við einhverja leið til að búa til image-urlið og þá er ég aftur bara að segja, ég bara bý til fall sem tekur við image-ID-inu og einhverju with og býr til urlið fyrir mig. Og þá er það bara hérna að það bara smellir saman þessari slóð sem við skoðum aðeins í sensta tíma. Ok, og svo leitin, hún er bara eins, nema hún er aðeins flóknari, hérna ger ég þetta, ef að það er slow í queryinu, þá fjarlæði ég burtu, þannig að ég get ekki leitað neinu listaverki sem heitir eitthvað slow eða eitthvað error, sem er bara, já, ok, og þá er hérna bara error sem kastar af villunni, hérna annars await sleep 2, sem sefur í 2 sekundur, hérna kemur aftur villa, út af því að ég er ekki búinn að if not url, return null, og svo er sama æfing hér, nema hérna fer ég bara í gegnum search results og mappa í gegnum þær. Það er bara sama af þessari æfingu, bara meira vesen. Þú veist, þetta er ekkert flókið, þetta er bara, maður þarf að lesa þetta og til þess að skilja þetta, þið þurfum ekki að gera það. En síðan kemur þá að nú er ég búinn að búa til þetta API klasa og þá er ég með þennan art searcher klasa líka og ég segi hérna, new art searcher, hann tekur við þetta API og API-in er bara API-in minn og svo eitthvað element sem að birti forritið okkar. Þannig að við skoðum þetta, þá ger ég bara sama hérna. Ég tek við API og típan á þessum API er bara API-in sem að ég er með og base elementið er bara eitthvað HTML element. Og svo við lokum öllu hérna. Það er hægt að gera þetta á meira en ég ætlaði. Og svo erum við með eitt hérna sem er bara render og það segir ef ég er með eitthvað ID sem er þá ID á listaverkinu þá ætla ég að birta það listaverk annars ætla ég að birta leitaformið. Ok? Ef ég ætla að birta listaverkið þá ger ég það hérna, það tekur við bara ID og þá veit ég að ID-ið er strengur og þá segi ég bara hérna eitthvað rendering artwork with ID, ég bý til einhver element, ég bæti við elementinu við base elementið, ég bý til tilbakatakkan, ég bæti húnum við og svo reyni ég hérna að sækja artworkið
og ef að það gerist ekki þá segir ég bara villa komið að sækja listaverkið, áður setja ég hérna loading stateið, þannig að þetta hérna kemur inn, svo býður þetta hérna í einhver tíma og svo ef það kemur villa þá birti ég villuna, ef það er köstuð villa, það þróar eitthvað, þá setjum líka villu skilabúðin, en annars segi ég render artwork result. Þá er þetta aftur og þá getur maður spurt sig, er þetta ekki aðeins svo mikið af föllum? En svona finnst mér mjög gott að vinna hluti sem ég skipti bara föllum eða methodum sem gera bara ákveðin hlut. Og þeir eiga bara mjög lýsandi nafn, þannig að ég geti lesið eins og hérna. Ég bý til einhver result, ég bæti einhverju við það, ég set resultið sem sæki upplýsingar, ég leita og kalla þá í this.api.artwork. Ef ég hef verið með allan kóðan sem hef verið að leita þannig, þá get ég ímyndað okkur að þetta fall hafi blásið út og orðið ekkert óeðlilegt, en bara óþægilegt að lesa, óþægilegt að skilja það. Nú er ég bara eitthvað, ég er með einhvern API, hann sækir eitthvað listaverk, bara gerðu það. Bara skiptir mig ekki neinu máli hvernig útfærslan það er, ég vil bara að það sé gert. Og svo veit ég að ég fæ tilbaka hérna annarkvort eitthvað artwork eða null. Ef ég fæ null, þá segir ég bara villa, annars segir ég render artwork og þá tek ég þetta artwork og ég bý til bara allt elementi sem ég þarf fyrir það, sem er þá bara að nota þennan hjálparklasa til þess að dúndra inn öllu því sem við þurfum að setja inn og skilar því síðan. Og það er síðan sett bara í set results og set results passa bara upp á það að finna results elementið, tæma það og bæta við nýja efninu. Þannig að þetta er bara að gerast aftur og aftur og aftur eftir því sem ég nota letina eða sæki efnið. Svo er bara það sama fyrir hérna leitarformið. Býð það til hérna. Segir síðan event listener og þá segir bara search handler. Svo bara tæmi ég þetta og bæti við forminu og bæti við niðurstöðunum. Svo þegar einhver leitar að einhverju þá keyrir search handlerinn og hann athugar og gerir þetta sama. Þannig að þetta er meira búið að sprengja upp virknina og skipta henni upp í föll og skipta henni upp í klasa sem gerir það erfiðara að lesa kóðan í byrjun. En gerir það verkum að ef ég myndi núna koma og ég myndi segja, herðu, við ætlum að hætta að nota þetta hérna, þessa vefþjónustu frá Chicago listasafninu, við ætlum að nota eitthvað frá listasafninu hérna á Íslandi. Ég ætla að búið til nýja listaverkaleiti sem leitar í henni. Ok? Þá gæti ég bara breytt þessari útfærslu. Þá gæti ég bara búið til nýja API sem myndi leita í því, svo lengi sem ég hef kallið search og artwork eftir ykkur ID. ID-in getur verið á öðru formi, en ég ætti þá að geta dekúplað leitina og að sækja gögninu listaverkið frá birtingunni á listaverkinu. Og svo geti ég jafnvel búið til annan API, eða hérna, sem myndi heita Combined Art API, sem myndi leita í báðum og lega möguleika að sækja frá báðum listasöfnum eða fleiri listasöfnum. Þannig að ég geri útfærsluna mína, ég dekúpla hana. Og svo núna ef ég myndi vilja til dæmis prófa þetta, þá geti ég búið til próf á þetta Art API sem myndi bara prófa hvað gerist ef einhver sendir inn vitlaust url. Kemur þá þessi villa eða svona villa? Og þannig geti ég séð í raun að ég sé að staðfesta og gera allt sem ég held ég sé að gera, sem er í raun að láta þetta bara virka. Það sé ekki buggar í þessu. Já. Gott í bili. Einhverjar spurningar? Þetta hérna pattern, sem þetta vera með þetta hér, vera með klasa sem tekur við öðrum klasa
þetta er pattern sem kallast dependency injection. Í staðinn fyrir að búa til dependency okkar, sem væri þá að segja hérna new eitthvað inn í konstruktornum, og þá ger ég það bara ofar og ég fæ útfærsluna. Þetta pattern er eitt af sterkasta í því að búa til dekúplaðan hugbúnað. Þannig að þegar þið eru núna búin að fara í próf og læra svolítið object oriented, þá getið þið flett þessu upp og skoða hvernig þetta er, af því að þetta er mjög gott stöf, sko. Þetta er allt saman tekið upp, en þetta er ekkert af þessu til prófs hjá mér, ekkert af þessu til, þú veist, ég bara segi ykkur, svona er gott að hugsa þegar við erum að skrifa hugbúnað. Að læra objecta og læra af hverju við erum að gera þetta, að læra hvernig við búum það til og allt þetta, information hiding og all, þú veist, solid principle-ið og allt, þú veist, allt sem tengist þessu. Þetta er gott stöf. Já, ég bara þannig með kóðum og svo mikið einfaldari þú færði yfir öll einasta atriðin sem passa að allt virki. Já. Ég bara hefði ekki tíma í það, þannig að Nei. mér bara svona heyrði láta þetta virka, en ég var eiginlega ekkert að errorhandla neitt, þú veist, eða eitthvað allt fyrir fólk. Já, og ég meina, og það er bara fullkomlega skiljanlegt, af því að ég er búinn að skrifa hugbúnað að ég verða, þú veist, 25 ár, þeir eru sem hver er búinn að skrifa hugbúnað í hvað, nokkra mánuði, 4 mánuði, þannig að, þú veist, ekki einu sinni bera ykkur saman við mína sýnlausn við það sem þið gerið, af því að ég er bara að reyna að sýna ykkur að það eru margar leiðir til að gera þetta, og þessi leið getur litið út fyrir að vera mjög flókin, og hún er það, og þið getur alveg leyst þetta verkefni á kannski 50 línum, en þú veist, buggar og breyta og bæta og að gera eitthvað meira og hnýta meira við hana, því eru bara eitthvað, ég var eiginlega bara að byrja upp á nýtt og gera nýja útfærslu sem er þannig. Takk smá pásu.